Gott kvöld, góðir gestir og vera velkomin í Ljónagröfina. Dómarar leiksins eru Stefán Kristjánsson og Jónsson Sverrisson. Lið Grindavíkur skipað númer 1, Jannó J. Otto, númer 5, Lea Ólafía Lúsi Sveinsdóttir, númer 6, Elmar B. Bóðsdóttir, númer 7, Arna Sif Einarsdóttir, númer 8, Edda Geirdal, númer 9, Anna Margrét Lúsis Jónsdóttir, númer 10, Sædís Guðmundsdóttir, 11, Jenný Geirdal Kjartansdóttir, númer 12, Jenný Lúsis Jónsdóttir, númer 15, Hafþór Bjarnadóttir, númer 24, Hulda Ólafía Bóðsdóttir. Nú er það heimamenn í Reykjavík, góður dögur, Þetta var svona, þetta eiginlega bara kom strax til og ég varð bara. Æja, ég var til ykkur að staða það. Sex in the city, girl, nails done, living better, that's a pretty girl. She don't be in any world, wrong shoe, wrong girl, Cinderella girl, call backseat. Bro, big gun, it's not hit, now she chasing two weeks. They couldn't find a replacement, he done lost a good bit down, back to a backseat. Get you lucky, Jesus. She don't care, so they make her offer up, lost up, turn on her life, and she lost up. Oh, hey, they tell who got an issue. Race a bitch, her head lost, she might get too best. Take your pick if she wants me, because she got a study, said I love you on a birthday. Jæja, gott kvöld, kæri gestir, verið velkomin í Ljónagröfina í Njarðvík. Ég er að fara að lýsa leik Njarðvíkur og Grindavíkur. Með sigri í kvöld geta Njarðvíkurstelpur tryggt sér deildarmeistaratitilinn. Það er Einar toppnum með 1 tap og restin í sigurum. Og Grindavíkurstelpur gerðu okkur greiða í síðustu umferð með að vinna ÍR, sem gerir okkur kleift að taka með titlinum í okkar heimvelli. Stelpurnar okkar hafa unnið alla leikina ef frá með talið er útileikurinn á móti ÍR sem var síðasti leikur fyrir 100 daga COVID-pásu, en eins og sagði núna er COVID bara kortir í að deyja, þannig að það þýðir ekkert að hugsa út í það núna, þannig að við erum bara eins og við heyrðum þá kynnti ég liðin fyrir stuttu en Grindavíkurstelpur eru nokkuð vel með ágætis lið og hafa strítt stúlknaflokki eða stelpunar í Njarðvík og Grindavíkur eru að gera þær upp eða gennum stúlknaflokk liðið úr 0-3-0-4 árgangnum og hafa þær mæst oft og Njarðvík unnið og þær hafa verið að vinna, þannig að það skiptir ekki öllu máli þegar það kemur í þennan leik. Njarðvík vann síðara leik liðanna eða fyrir leik liðanna í Grindavík fyrir einhverju mánuði síðan með
9 stiga mun, þannig að það búist við hörkuleikina og þjálfarar liðanna að fara yfir síðustu plön fyrir leikinn. En þjálfari Grindavíkur Ólöf Helga Pálsdóttir og hennar aðstofamaður Nökkvi Már og Njarðvíkurunum Rúnar Ingi við stýrið og Lárus Ingi aðstoðar hann. Dómararnir sem eru Stefán Kristinsson og Jón Svans Sverrisson. En eins og sést þá eru Grindavíkurstelpur bláar inn á vellinum og í byrjunarliði þeirra Hekla og Arna Sif og Natalía Jenny og Hulda Björk. En í Njarðvíkurmegin Krista, Anna Lilja, Lára Ösp, Helena Vilborg og Chelsea sem byrja þetta en þá veislan að fara af stað og Lára byrjar hana en það ná uppkastinu Grindvíkingar og það koma inn í fyrstu sóknina og fyrsta skotlið drífur ekki að körfuna og Vilborg róar kemur í fyrstu sókn Njarðvíkurina. Þá kemur Vilborg, hvað ætlar hún að gera? Hún finnur Kristu og Vilborgina en Krista fyrir þrist og það af en Helena nær boltanum og Krista finnur Vilborgu, Vilborg kemur hérna og Vilborg kemur inn í teiginn og fyrsta skotið en Helena nær með annu fráköst, Helena með þrist og það af og Grindavíkurstelpur ná boltanum. Þá koma hérna en Hekla fór mikinn síðast við mættum og hún skora fyrstu stig Grindavíkurstelpuna og Vilborguna stillir upp og Njarðvíkurstelpur hafa verið þekktar fyrir að pressa andstæðinginn alveg í eigin vindateig og hafa gefið þeim helling. Þá koma hérna en Grindavíkurstelpur ná boltanum og þá koma hérna og þannig kemur og það komnar 4-0. Byrjar ekki vel hérna en stelpurnar okkar hafa verið að finna taktinn. Ég hef gefið viðnefnið hægfæru morðingjarnir. Það bara basically keyra yfir andstæðinginn sinn hægt og rólega þangað til að staðan komin í alveg 20-30 stiga mun. Þá koma hann aftur og Chelsea blokkar þetta og Grindavíkur á boltan. En Ólöf Helga hefur spilað lengi í Jafnsvík-deildum, dómarasdeildinni, þjálfað Hauka í fyrra og tók við Grindavík fyrir tímabilið. Og koma hérna. Skotið af hjá Grindvíkingum og Helena frákastinu. Það kemur Vilborg, hún finnur Helenu. Og þá kemur Chelsea, hvað gerir Chelsea? Og hún með fyrsta skot sitt og Helena næstíð í boltanum en nær ekki að hemja hann. Og þá koma Grindavíkurstelpur. Þær hafa verið stígandi í þeirra leik. Og tala að þær geti verið í baráttunni við Njarðvík í sigur í úrslitakeppninni. Og þá koma hann í þrist og það af. Helena með frákast. Og þá kemur Vilborg. Chelsea fyrir þrist og það ofan í. Fyrstu stig Njarðvíkur komin upp. Eins og heyrið þá stemmingin góð og Grindavíkurstelpur sitja ekki að það ná frákastinu sjálfar og hún fær aðra tilraun og það af líka og Kristjana frákastinu. Það kemur Vilborg. Vilborg fór á hamförum í síðasta leik. Það væri fínt að fá aðra eins frammistöðu. Og þá kemur hún bara að opnast allt fyrir hana en hún ekki að setja boltan. Og
eiga þær boltan, ég er ekki alveg sammála því. En það skiptir ekki máli fyrir ég er sammála. Þá koma þær hérna upp Grindavíkurstelpur. Sjá staðan 3-4 fyrir Grindavíkurstelpum. Þá koma þær hérna og það er ná skoti og það er af Chelsea með frákastið. Og þá koma Lára, hvað gerir Lára? Hún finnur Kristu og Vilborg með boltan aftur og þá kemur Lárinni teig en það er brot á henni finnst mér en ekki dæmt. Þá komar hann upp og sitja ofan í og eru komnir 6-3. Rúnar heldur áfram að peppa sinni stelpur upp. Og það er bara alveg, þetta er Grindavíkurbolti og Chelsea með eina villu hérna. Og Helena nær boltanum, Grimm Helena, hvað gerir Helena? Hún eina móti körfinni og fær brot á villu og ekki, setur skotið og fær villu og ekki, vel gert á Helenu. Keyrir á og fær brotið og klárar síðan. Það var bara vona að skotið hennar rati ofan í. Og þá er Helena sittur niður vítaskotið og staðan er þá 6-6. Vel gert hjá Helena að sækja brotið og koma hérna með skot og það er af og Helena er boltanum. Helena alveg komið ykkur 3-4-5 frákastina og Chelsea fær boltan hérna og fyrir í stökkskotið og það er af og Heklan er boltanum fyrir Grindavík. En Chelsea stelur boltanum og auðvelt 2 stig og Ólöf Helga fær nóg að tekur leikhlé. 8-6 og helminguna fyrsta laugta er liðun og stemmingin að færast Njarðvíkurmegin. En Otto, Hekla og Hulda með sikkur með 2 stig. 6 stig og Helena og Chelsea með 5 og 3. Þess að Chelsea með 5 og Helena með 3. En leikur fyrir fjörlega á stað og þetta er eitthvað sem við megum búast við. Það er Ólöf Helga búinn að finna út að reyna að lesa leik Njarðvíkurstelpna. En það er bara sama lið sem kemur til leiks Njarðvíkurmegin. En það er engin ástæða til að breyta. Það kemur þessi pressa og Helena fellur eiginlega bara. Ég sá ekki hvort það var brot á henni ekki en jú, það var brot og vill á Huldu, hún er að koma með sína aðra villu. Og hennar fær Lára boltan, finnur Kristu, hún fyrir bara í þrist og það er af. Og þá koma, þessi pressa Njarðvíkinga er alveg gífurleg og hinn liðin ég öfundaði ekkert að þurfa að spila á móti þessari vörn sem Rúnar Ingi hefur fundið hennar kemur þristur en Lára ná með frákastið og hvað gerir Vilborg?
Róa bara niður leikinn og hún ekki með Lára og Krista, Vilborg finnur Láru og Lára bakkar bara hana inn og situr niður 2 stig. Vel gert hjá Láru. Staðan er 10-6 hérna. Það kemur þristur og það er ofan í. Otto með þrist en vondi fréttina fyrir þær að það er alveg 3-4 stelpur í nefnum og hann kemur Helena en þetta er bara loftbolti en það er allt í lagi, það kemur bara næst og hann kemur Krista og Lára út af fyrir Þuru og Kamilu sem kom fyrir núna bara áramótin frá Keflavík. Fyrsta venslasamning og svo bara var hann að renna út af samning hérna að Njarðvík bara samdi við hann að 2 ára og hann kemur þristur og það er af en Grindvíkingar ná frákastinu og Þura fær villu hérna viðurkennir strax brotið og koma hérna Grindavíkarstelpur og ná boltanum ofan í og staðan er þá 10-11 fyrir Grindavík. Þetta er leikur áhlaupa. Helena hérna. Vilborg finnur Kamilu sem fer í þrist og það skopar hringnum og í hendur Grindvíkinga sem kom upp. Það koma hérna Grindavíkarstelpur féllu úr dómarasdeildinni á síðasta leiktímabili. Þessi var dæmt af og Grindavíkarstelpur féllu en leiklið Njarðvíkurstelpur Rúnar Ingi aðeins að fara yfir málum með sínum stelpum. Þá koma stelpurnar aftur til leiks. Innkastið Grindvíkinga og þær koma hérna og það er af skotið hjá þeim. Vilborg kemur aftur upp með boltan. Hvað gerir Kamila hérna? Helena kemur og það koma hann upp og það er ofan hjá Helenu. Og þá er Helena komið 5 stig til Chelsea og 2 frá Láru. Þá koma Njarðvíkurstelpur, eða Grindavíkurstelpur muni ég. Og það er þristur og það er framar á hringinn og Grindavíkur ná boltanum eftir smá. Chelsea stelur þessu. Þá koma Njarðvíkurstelpur en Vilborg fellur og nær ekki að senda á Helenu. En hún er strax farin að fætur aftur og byrjar að pressa.
Þá koma D8 en hún fær enga frið frá Chelsea og þá bara Kamila ein og brotið á henni finnst mér en ekkert á það. Chelsea aftur að bögga landa sinn. Þá kemur Helena bara ein og það brotið á henni og 2 vítaskot. Og Helena setur fyrra vítasinn sitt ofan í. Það komum við með 6 stig. Og hann að víti fyrir sömu leið þannig að sagan er 14-11 fyrir Njarðvík. Þá koma Vilborg fylgir Heklu svo skugginn. Þá kemur Hekla, hún reynir að finna sér ykkur á opið en sama hvar hún mætir þá bara manneskja komin í hana og brot dæmt á Vilborgu sýnist mér. Þá koma kjölddagsreppurinn D8 en hún sendir inn á, en það villa á Þuru og það 2 vítaskot. Eða Kamila sem fekk þessar villar á sig. Og verður þá Grindavíkurstelpur komnir í bónus. En þá Júlía Skefinga komin á fyrir Helenu. Helena búin að vera stórkostleg í þessar 9 mínútur sem hún hefur spilað. Og fyrra vítið ofan í hjá Natalíu. Og annað fer ekki niður en Júlía vinnur bolta fyrir Njarðvík og bolti fyrir út á Njarðvík og stökkreiða boltan. Og fær Chelsea að opna flugbrautina og það brot á henni og hún fær 2 vítaskot. Otto gerir það. Það kemur Arna inn á. Og fyrra vítaskot Chelsea ofan í. Og annað fyrir ekki niður og þá hérna tíminn að 34 sekúndur eftir og það bara þá bara þrist til að jafna það gekk ekki upp og Grindavíkurstelpurinn að pressa upp og þá kemur Ása og finnur Þuru. Þura fyrir upp og það af en þar kom inn að fá aftur tækifæri til að jafna en það vill ekki niður og það að minnka muninn 15-14 og þá kemur Chelsea og hún fyrir í stökkskot og það af. Á fyrstu leikundin liðin og staðan 15-14 fyrir Njarðvíkurstelpum og Helena með 7 stig, Lára 2 og Chelsea með 6. Grindavíkurmenn D8 með 5, Natalía með 3, Hekla 4 og Hulda með 2. En já, við komum eftir cirka mínútu.
fram. Fólk lítur nú að fatta hvað það er. Fólk sem að horfa lítur að fatta hvað það er. Fólk alltaf fætt í gær. Þá annar hlaukur að fara í gang og viljum við í Njarðvík TV minna á það að stigtaflan er á horninu, en Eva María er komin inn á og Chelsea sest á hjólið. Það kemur Vilborg. Ása kemur og finnur Vilborgu. Vilborg hér á stað en þá fer Ása í þrist og það fyrir ofan í. Nei, þetta var bara 2 stig. Okkur maður Grindavík-stelpur, hvað gera þær? Og það er skot sem fyrir ofan í. Já, gjörðu svo vel. Þá komið Njarðvík-stelpur upp. Það gerir Vilborg. Og það kemur skot og það er af. En Vilborg bara miklu frekar og það er bolti sem Grindavík-stelpur eiga á. Vilborg náði ekki alveg boltanum en þá kom Grindavík-stelpur upp og hún þarf að vera meira með Evu í sér en það gerist núna. Hekla keyrir inn og það er skot en það er brot og það eru 2 stig. Það er 2 vítaskot og það kemur hún inn, hún Lára og Þura fyrir út af. Og Hekla fer á vítalínuna og fyrsta vítið er ofan í. Það talsverð heppni þessi bolti fór eiginlega í. Og þá kemur sinni víti fyrir sömu leið og verður Grindvíkingar þá komnir yfir. Þá kemur Chelsea aftur inn á. Kemur Vilborg. Ása í þrist og það er af. Grindavík-stelpur eru ágætlega ferskar hérna. Koma hérna upp og það fær skot og það fer bara fram á hringinn og Ása hleypur þessu bara út af. Chelsea kemur inn á fyrir Júlíu. Það kemur Vilborg upp með boltan aftur. Chelsea með bakið í og hún tekur skot og það er af. Komar inn í teiginn og það er með skot og það er ofan í. Og eru Grindavík komið með þriggja-stiga forskot. Þá Vilborg með boltan og hún keyrir inn og fær villu og karfa góð. Þetta muni vera fyrstu stig Vilborgar í leiknum.
og Grindavíkurstelpur gera skiptingu. Ofan í hjá Vilborgu. Chelsea vinnur þennan og hann brotið á Vilborgu og Ólöf Helga reynir að mótmæla en veit að hún á ekki sem erfið við því. Vilborg aftur með boltann upp. Það kemur Ása. Hún finnir Chelsea. Chelsea fær boltan. Eva næst búin að missa boltan og Chelsea hún fyrir á vörðuna og boltinn skrúfast upp úr. Og Eva með brot á Heklu. Þannig að það var töluvert mikið brotið. Og þá Vilborg Eva farnar út af og Kamil og Helena komnar inn á. Chelsea aftur að trufla Otto og það með skot og aftur náðu boltanum. Njarðvíkurstelpur bara að pressa og vinna boltan en tapa honum aftur og það skoti en Helena grimm og nær frákastinu. Það kemur Chelsea inn í teginn og það brot á henni og Krista að koma inn á fyrir Ásu sem skilaði bara mjög góða múgindum. Grindavíkurstelpur gera sömuleiðis breytingu. Lára finnur Helenu. Og Kamila fyrir þrist og það bara koma Grindavíkurstelpur upp. Þá koma þær aftur inn á. Koma þær inn á. Chelsea vinnur boltan. Boltinn bara í fótinn og Lára með bakið í körfuna og fer í skot og það af og Grindavíkurstelpur ná boltanum. En Lára ekkert hún keyrir hérna bara inn í og brot. Dómarinn eitthvað að fara yfir það hvort þetta eigi að vera brot á Grindavíkurstelpunni eða hvort að það já, þetta bara ásetningsbrot. Ólöf Helga reynir að krefja dómarinn útskýringu á þessu. En mín reynsla af körfubolta ef hún heldur áfram að röfla þá fær hún bara tæknivillu en
En fyrra víti Kamilu ekki ofan í. Það var Jenny sem átti þetta brot og að sinna víti Kamilu ofan í og Kamilu þá komin á blað. Og þá koma nærvíkustelpur aftur. Það gerir Chelsea keyrir inn á teiginn og það opið færi á körfunni og situr þetta ofan í 22-20. Og þá koma Grindavíkurstelpur, hvað ætla það að gera? Það farið 3 stiga skot og það ofan í. Það ekki góða fréttir fyrir okkur og það alltaf að fara að detta í einhvern hafmeina. Þá kemur Kamilu upp með boltan. Og kveikir Krista, hún finnur Helenu. Og Kamila finnur Helenu aftur. Og Helena aftur upp en Lára fær frákastið. Og boltinn Njarðvíkur megin. Staðan 22-23 fyrir Grindavík. Og Lára fær boltan en Njarðvíkur bolti. Það aftur Njarðvíkur bolti þar sem það að slá bolta frá henni. Chelsea fyrir skot og það ofan í. Chelsea með sín 10. stig og stiga hæsta mannskjana á vellinum. Og þá komum þær aftur Grindavíkurstelpur. Njarðvíkarnir mæta framalega og þær stela boltanum aftur en þetta bolti sem Njarðvík á. Ég get alveg sagt það að þessi vörn, þessi ákveðni sem búa í stelpunum gífurlega góð. Og Krista situr upp hindrun og Chelsea leggur á stað og það af. Ef skotið myndi nú bara byrja að detta þá væri nú staðan orðin. Eins og staðan núna staðan 26-23 fyrir Njarðvíkurstelpur og stig Helena með 7, Vilborg 2, Kamala 1, Lára með 2, Ása með 2 og Chelsea með 12. Grindavíkur megin 8 með 5, Sædís með 2, Natalia 3, Hekla 8 og Hulda með 5 stig og Vilborg með 1 villu, megin 8 með 2, Arda með 1, Sædís og Hulda með 2, Jenny og Hekla með sitt hver eina. Það ekki alltaf þannig að maður sé sammála á dómarunum en þá koma Grindavíkurstelpur. Gaman að sjá Ólöf Helga við teiknaði upp og það kemur skot og það af og Þura nær frákastinu. Og það kemur Chelsea hérna. Hún keyrir Grindavíkurvörnina og situr ekki niður 2 stig en Þura nær ekki boltanum en strax mættir í pressuna og Grindavík á aftur boltan og það þurfa samt að og þá fara í skot og það af en það á frákastinu og Otto fyrir skot en það af og Helena með frákast og Helena með Vilborguna með sér nýtir sér hana og Vilborg kemur inn og skotið ekki nógu fast en Grindavíkurstelpur að koma sinna upp en það ná því en skotið ekki betur en það en að Þura fá boltan og Helena nær boltanum og Vilborg biður boltan en Helena sér hann ekki en réttinni boltan og kallar upp hverfi og fær boltan frá Chelsea aftur og Helena fær þrygst
og það ofan í. Ég get svarið það að Grindavíkurstelpur eiga eftir að vera martraðir Helenu. Það ekki nóg að sjá eldgosara, heldur líka Helena að sökka þeim. Og þá kom hérna með skot og það af og Helena slær boltanum til Þuru og það villa. Staðan 29-23, mesti munur sem hefur á liðunum og Rúnar Ingi nýtir tækifæri meðan Þura fyrir á línuna og kallar stelpuna til sín til að leggja maður línunar hvernig eigi að ljósta á hungrið í liðinu að vinna þennan deildarmeistaratitil er gífurlegur. Og Þura situr fyrra vítið, eða seinna vítið ofinni og staðan þá, nei hún situr bæðið ofinni og staðan 31-23 fyrir Njarðvíkurstelpur og eru þær bara að síga hérna fram úr en ekki má gleyma því að þær mega ekki sofna verðinum því að Grindavíkurstelpur eru klókar og geta komist tilbaka en það kemur skot frá þeim og það af og Þura með boltan sem skilar inn á Vilborgu en Vilborg missir næst í boltan en Þura yfir aftan hana og stelpunar og kemur Chelsea, hvað gerir Chelsea? Hún býður eftir einhverju en hún reynir að hreyfa vörnina og nær því að setja niður skotið hennar 14. stig og staðan 33-23 og stemmingin í Gryfjunni er gífurlega góð. Þá koma þær hérna og það bara í þrist og það niður. Það kemur Vilborg og fær Kristins að fara framar. Það gerir Helena og finnur Chelsea. Chelsea keyrir að og skotið hennar sendingin hennar út af þannig að þá koma hérna Vilborg býður það til að styrra boltanum með Heklu en það koma þyrkislega skot og það er af en Helena nær framkastinu en Krista nær boltanum og varið í hendurnar á Kristu þannig að það er villa og það gefur Kristu tækifæri til að komast á blað. Og Krista með fyrsta vítaspyrnu í leiknum og situr það ofan í. En Kamila Ása kom inn á hérna, er að leiðin inn á. En það er að má segja að liðið veikist ekkert við skiptingar og annað víti Kristu lekur af. Beitti fangja Grindavíkurstelpum og boltinn er bara fastur og þá gerir Rúni sína breytingar og Helena og Krista kom inn á út af. Og Rúnar tekur þá leiklétt til að teikna upp eitthvað snilldarbragð. En leiðin 8 þegar 39 sekúndur eru eftir af öðrum leikunda og verður síðara hálfleikur ekkert minna spennandi en þetta. En ég get sagt að það hefur ekki verið svona mikið í Gryfjunni að kvennaleika þessu tímabili. En farið eftir sóttvarnareglum og öllu og það fer nú að aflétta þannig að
Það ætti að fara að geta mætt fleira fólki í húsin þegar að líða tekur á úrslitakeppnina. Ég get alveg sagt það að úrslitakeppnin verður troðfull af áhorfendum. En ef að framhaldið sem horfið þá vinnur Njarðvík kvennaleik og deildarmeistaratitilinn og fögnuðu niður á gólfið eftir leik. Það er smá í hausinn en það er ekkert mál. Og þá kemur Chelsea hérna með boltan. Og þá kemur Vilborg og finnur Kamilu. Og Kamila setur niður skot og kemur þessu mun í 11 stig. Og Grindavík-stelpurnar eiga boltan sem eftir á þessum leikhluta. Og Njarðvík-stelpurnar eiga ekki eina sókn en það er taka skot og það er af. Og staðan í hálfleik er 37-26. Og eru Njarðvík-stelpur eftir sem leið á hálfleik á fjórðunginn að hafa bara verið nánast óstoppandi. Og allt hefur dottið ofan í en ég kem aftur eftir eftir 10 mínútur svo. Sigur sinni. Ég er ánægður með hann. Hann er ánægður með þig. Össi er ekki svona ánægður með mig. Já, hann er bara fyrstlotti. Þetta er bara mjög flott hjá þér. Já. Halló?
Nei, þetta var að horfa á leikinn. Þetta er hörku leikur, mann eru í Grindavík, ég var búinn að segja það. Já.
wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. I wanna boom bang bang with your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. With your body, oh. We gonna rock it up before we take it slow, girl. Let me rock you like a rodeo. It's gonna be a funky ride. Einar, eru byrjar aftur? Láttu bara vita þegar við fennum þessum stað. Flottur. Jæja, þá er seinni hálfleikurinn alveg að fara dett í gang aftur. Góðu fréttir það er að ég er búinn að hlaða mig upp einni hleðslu og vonandi að stelpurnar séu búin að því líka, þannig að við getum farið að detta aftur í gang. Nú er bara að vona það að stelpurnar séu klárar í að halda áfram að rönna yfir andstæðingana, en það er Kamila, Vilborg, Helena, Lára og Chelsea sem hefja seinni hálfleikinn fyrir okkur. Og vonandi að stelpurnar haldi bara áfram að gera það sem það hafa verið að gera í fyrri hálfleik, gera það í seinni hálfleik sem þau gera í fyrri hálfleik. Og þá koma Grindavíkurstelpur, hvað ætla þær að gera? Þær þurfa nauðsynlega að koma með gott comeback til að detta ekki alveg niður, og þá koma þær hérna og þetta er bolti sem Njarðvíkurstelpur eiga. En mest þurfa munurinn 11 stigar eins og þeir núna og geta stelpurnar bætt við hann. Það kemur Vilborg á þeysisbretti. Kamila, Vilborg langaði þristin, það sáðu allir, en hún fær í staðinn ruðning og heldur Ólöf Helga áfram að væla í dómurunum og kommenta á eitthvað sem ekki var. Og þá koma Grindavíkurstelpurnar. Þá koma þær hérna upp og
tapa boltanum og kemur Kamila ein. Hvað gerir Kamila? Fer í sniðskot og það er ofan í. Og þá koma þær aftur, Grindavíkurstelpur. Og þá koma þær hérna til að hefja. Þá kemur Otto. Finnur ekki neina leið. Og Njarðvíkurstelpur eru bara grimmari eins og ljón. Hvað gerir Chelsea núna? Finnur Helenu, hún fyrir þrist og það er af en þegar Otto tekur frákastið og Grindavíkurstelpur reynar að koma sinna fram hjá Vilborgu en Vilborgu er bara eins og segull. Og þá koma hann inn og það er finna opnun en boltinn er hægur út og það er ná skoti og það er ofan í. Chelsea er á vortal niður að sinna. Það nýta klukkuna vel, stelpunar okkar. Og Helen er opinn. Chelsea er það líka og fer í skot og það er af. Og þá koma hérna en Helena stekkur inn í eins og góður markvörður og grípur þetta. Og Ólöf Helga heldur áfram að reyna að væla í dómarunum. Vilborg kemur upp í boltan. Og Lára með boltan. Finnur Chelsea sem er opinn. Kamila sólið það líka. Helena dregur sig út og opnar fyrir Kamilu sem fippar í þrist og það er af. Þá koma Grindavíkurstelpur. En stórt shoutout á trommusveitina sem eru tilfallandi af stelpum en hennar missar boltan og brot sem er dæmt á Vilborgu. En mér sýnir svona vel að bara falla og ekkert brota en það er 2 vítaskot og Chelsea fær á sig villu. En þá er bara 2 vítaskot sem erlendur leikmaður Grindavíkur tekur og fyrra er ofan í. Vonandi að þetta fari ekki ofan í en það gerir það því miður. Og er staðan þá 39-30 fyrir Njarðvíkurstelpur. Og Helena finnir Kamilu en Kamila missir boltan út af. Smá kæruleysi í gangi í okkar stelpum. Og þá koma þær upp. Það er ekkert eitthvað skemmtilegt sem býður þeirra hérna. Það hafa ekki verið að pressa þær upp völlinn sem það verið að gera. Við stóðum að vera off-flauturglaðir. En þá kemur Vilborg út af í smá pásu og kemur Kristinn á fyrir hana. Sem þýðir að Helena þá mætti þeirra að trufla innkastið. Og koma inn í teiginn og það eru 2 vítaskot. Stendur bara kyrr. Þetta er reyningur. Og vítaskot Heklu er rata beint
ofan í og annað vítaskotið hennar fyrir líka ofan í. Það kemur Kamela upp með boltan í fjarveru Helena, menn Helena til að kemur Krista og finnur Helenu. Kamelu langaði þrist, það sáðu allir og brotið á henni Láru og það er þá önnur liðsvilla Grindavíkur fyrir í þessum leikvölda. Njarðvíkurstelpur hafa fengið 5 liðsvillur og það er eitthvað smá værikærið yfir Njarðvíkurstelpum en Kamela grimm og nær honum og fyrir þrist og það er beint ofan í. Svona svarar maður þessu. 42-32 og þá koma Grindavíkurstelpur. Hún fyrir ná Kristu og hörfar og fyrir aftur Kristu en hún kemur hérna Kamelu og Kamela og pressa vel og Lára hana frákastinu og þá kemur Helena upp. Kemur Krista, Chelsea, hvað gerir hún? Fyrir stökkskot og það er beint ofan í. Þetta er svo geggjað hjá stelpunum okkar. En eitt áhlaup frá Njarðvík og þá er leikurinn gott sem farinn og það er bara sending beint að Kristu. Ég myndi líka senda Kristu ef ég væri í ykkur vandræðum. Gefa bara fram að Chelsea fyrir aftur stökkskot og það er að beint á hringinn. Það keyrir bara D8 á Kristu. Það er skoti en það er af og Krista fær framkastið. Og það tapar boltanum aftur og Grindavíkurstelpur missa hann út af. Og Rúnar er eitthvað að. Og þá fyrsta víti Vilborgar, það er af þannig að Vilborg setja bara næsta niður sem hún gerir að öryggi og þá kemur Helena með magnaða innkomu inn í þennan leik og Vilborg finnur Chelsea hérna, Chelsea býður og henni er bara basically í ruttinni. Þetta ætti að vera ruðningur, hún hérna keyrir. Þetta var aldrei að fara að vera neitt annað en villa. Basically riður Láru bara niður. Þá kemur Chelsea, hún ennþá með boltan og fyrir stökkskot og beint á henni. Það er 23 stiga munurinn. Þá koma hérna og það er ná boltanum strax. Njarðvíkurstelpur. Skotið var af og þá koma Chelsea biður Láru að hjálpa sér upp í hindrun en Helena er frá kastinu. Nei, hún Lára minni ég. Og þá tekur Rúnar leikhlé. Chelsea fær hennan Otto. Janno J. Otto, hún er búin að vera. Það er
Þá Vilborg, Krista, Ása, Chelsea og Lára sem hefja eru komnar inn núna. Það er Lára sem fer á vítalínuna fyrir 2 vítaskotum. En fyrsta og annað Orri. Og þá kemur það koma Grindavíkurstelpurina. En ég vil leiðrétta það að það er dálítið högt á myndavélina eða svona leiðrétt sambandi. Það er út af nettingunum, hún er ekki nógu góð en það er ná að sitja hérna niður flautuskot Grindavíkurstelpur. Og þá koma Njarðvíkurstelpur aftur. Vilborg býður hérna og fær áfram að bara kemur Lára, hún er betur en enginn og Chelsea fyrir stökkskot og beint ofan í. Þá koma hérna að finna leiðina og það er af og Chelsea frákast. Ása, Vilborg og Vilborg setur 2 stig á töfluna, 26 stiga munur. Þvílíkur sambataktar í okkar stelpum. Þá koma Grindavíkurstelpur og fá 2 vítaskot. En góðu fréttir leiksins það að Ingibjörg sest, hún er búin að gefast upp á hérna röfl í dómarunum og skotið af. Annað ofan í hjá Grindavíkurstelpum og Vilborg síðan leiknum henni af báta með öryggi og Vilborg finnur Láru og Lára nær sín eigin frákasti og kemur hún út á Ásu og Ása fyrir þrist og það er af. Frábær. Fyrir þá koma Grindavíkurstelpur og Chelsea gersamlega étur hún af. Hungrið svo til staðar hérna. En fyrsta sæti gefur einungis heimaleikinn rétt í úrslitakeppni og hefst úrslitakeppni von bráðar en þá er Kamilla og Anna Lilja komin á og Krista rífur niður þetta frákast og þá kemur Vilborg og hún er reynd að rífa henni boltan og já, það er Grindavíkurbolti, ég er ekki alveg með fast Krista ná að halda boltanum. Þetta fyrstu mínúturnar Önnu, hún er að fá Þura að gera Kára að koma inn á aftur og hún kemur Önnu að færi Láras sem hefur verið bara mjög góð. En það er ekki hægt að hafa 2 vegginn í teig. Og þá koma Grindavíkurstelpur og þarna Krista alveg svo og hún fær villu Ásu, Ása með bakið í hann og
lætur vita óánægju sinni með þetta, en þetta er fyrsta villa á þessu, en þetta var önnur villan á þessu, en vítið rattar heim og hérna var brot á Kamilu og það er 2 vítiskot sem Kamilu ósátt með brotið, en Natalía fær þessa villu bara á. Og vítið er fyrra vítið rattar rétta leið. Og annað gerir það sömuleiðis. Og þá er þristur sem er af. Brotið á Kamilu aftur. Fyrri víti Kamilu aftur og hún situr á. Helena er að koma inn á sem eru vonda fréttir fyrir Grindavík. Og annað er ekki niður hjá Kamilu Sóla, en hún hefur verið góð í þessum leik. Og þá það farið þrist og það er ofan í. Tryggingarnar reyna að redda andlitinu hennar. Það kemur Kristín í teig og Krista en hann nær ekki að setja hann. Biður boltann aftur. Þá er Anna Lilja, það er off, nær bara frákastinu aftur. Ásæðina óluleg hindrun sýnist mér, en og þá er Krista farin út af og Helena kemur aftur inn á. Skot og það er af og Þura nær þessu. Og Kamila fær boltann og stillir upp í kerfi. Kamila fyrir þrist. Og Kamila setur þetta! Kommer inn í teginn og missa boltann til Þuru. Þura kemur og Þura fær boltann og setur þetta beint niður. 27 stiga munur. Og þá gera Lovísu Bylgju klára til að koma inn á. Og ruðningur sem Ása fiskar. Kamila kemur út af. Þá kemur Lovísa Bylgju upp. Og boltinn er Njarðvíkur. Lovísa Bylgju er ennþá í grunnskóla, þannig að þetta er rosaleg tækifæri sem hún fær hérna. Og ég tel líkt að hún klárir bara þennan leik. Þura, Lovísa,
Hún fer bara í þrist og það er ekki af en Helena er í boltanum. Helena og það er klukka rennur út og boltinn er af. Þá koma Grindavíkurstelpur og það er bara, mér sýnist þetta að vera bara eiga að vera ruðningur. Hún basically skallar hana á leiðinni niður. En eins og ég segi fyrir mitt leyti þá er ég ekki með neinn réttindi til að útskýra neitt dóm, þannig að ég tjái mig nú mjög lítið þetta mál. Og vítið er af. En svona fyrir mína kvikindslegu parta þá eru stigahæsti leikmaður Grindavíkur með fjórða stigahæsta mannskinn á vellinum í kvöld því að 3 stigahæstu í liði Njarðvíkur. Fer Helena á vítalínuna fyrir 2 skotum. Og fyrir að víti Helena er ofan í hennar 18. stig. Og seinna fyrir líka ofan í og Helena að tryggja sinn geggjaða leikina. Þá kom Helena og Hekla bara flýfur á hausinn. Og Helena er ekki í boltanum en þá kemur Helena, hvað gerir Helena? Hún keyrir hana inn og fær, hún er að fara að fá 2 vítaskot. Hún getur komið sér í 20 stig. Og fyrra vítið er af. Og annað vítið er ofan í og Helena er komin í 20 stafnfærslu. Og Lovísa eltir Natalíu. Það gefur þeim enga séns á Helena. Það er að trufla hérna. Þannig að keyrir hún inn og fær 2 vítaskot. Það er eiginlega bara 29 stig á forskotuna. Fyrir að fá sína þriðju. Og fyrra vítið er af. Og Hekla fer í annað og það fer niður hjá henni. Og það er 28 stiga munurinn á. Og Helena lætur bara bolta ganga. Og þetta er bara búið. Deildarmeistaratitillinn er Njarðvíkur. Eftir nánast fullkomið tímabil. Það komast þær nánast óaðfinnanlega allt þetta tímabil. Og hafa unnið hvern leikinn á fætur öðrum. En ég ætla að þakka fyrir mig í bili. Ég sé ykkur aftur á næsta heimaleik. Áfram Njarðvík og til hamingju með deildarmeistaratitillinn.